Komið þið sæl, ég heiti Hera Grímsdóttir og forseti iðn- og tæknifræðideildar hér við Háskólann í Reykjavík og ég ætla að kynna fyrir ykkur deildina. En nú veit ég sem sagt að þið standið öll frammi fyrir þessari erfiðu ákvörðun að velja ykkur hvað þið ætlaði að læra. Og ég veit að þessi ákvörðun getur verið flókin, það er rosa mikið í boði, mikið úrval og fjöldinn allir að námsleiðum. Þannig að þetta er ekki eins einfalt eins og þetta var hérna áður fyrr þegar valið stóð á milli þess að verða lögga eða hárgreiðslumaður eða bóndi. En við einmitt hérna við iðn- og tæknifræðideild erum með 9 námsbrautir og við erum að kenna í tæknifræði, við kennum iðnfræði, byggingafræði og svo erum við með styttra diplómanám í rekstrarfræði og upplýsingatækni í mannvirkjagerð. Og ég ætla að eyða tímanum í að kynna fyrir ykkur tæknifræðina og enda svo líka á að segja ykkur frá byggingafræðinni. Þannig að til þess að reyna að geta svara spurningum ykkar og reyna að hjálpa ykkur við valið, þá spurði ég nemendur á fyrsta ári í tæknifræði hvað var sem að þau voru að velta fyrir sér þegar þau voru að velja sér sitt nám. Hvaða spurningum langaði þeim að fá svör við. Og hér sjáum við þá þessar spurningar, það er hvað er tæknifræði og hverjir eru atvinnumöguleikarnir, hvort það var eitthvað starfsnám og hvernig námið var byggt upp, með hverjum er ég með í skólanum og hvernig er aðstæðan hér við háskólan og hver er svo munun og tækni og verkfræði. Þannig ég ætla að reyna að svara þessum spurningum og ef við byrjum bara á fyrstu spurningunni, hvað er tæknifræði? Þá er ótrúlegt að skuli ekki allir vita hvað tæknifræði er því að hún hefur verið kennd á Íslandi í meir en 50 ár og það er því mikil reynsla og þekking og alltaf eftirspurn eftir tæknifræðingum í atvinnulífinu. Og sömuleiðis það búið mikil reynslu hér innan hús og margir kennarar hafa verið hjá okkur í fjölda ára. En í tæknifræðinni þá má segja sem svo að hugvit og verkvit mætist. Það þýðir það að þið eru að læra að beita og hagnýta fræðin sem þið lærið. Tæknifræðin námsbrautin er hins vegar ekkert sérlega stór og ekki oft mjög fjölmenn, þannig að við erum oft með litla bekki. Þannig að námið verður mjög persónlegt og nemendur og kennarar kynnast vel hvert öðru. Enska heitið Applied Engineering er ágætlega lýsandi fyrir hvað tæknifræði er. Það er að segja hagnýt verkfræði, Applied Engineering. Og eftir þá aðeins 3,5 ár, þá útskrifist þið með lögverndað starfsheiti sem tæknifræðingur. Og það þýðir að eftir námið, þá eru þið bara algjörlega tilbúin til þess að fara að vinna. Og uppbygging námsins tekur alltaf með að þörfum atvinnulífsins hverju sinni. Og í upphafi þá fáið þið traustan og fræðilegan grunn. Og svo er byggt ofan á þennan grunn með þeirri sérhæfingu eða þeim fögum sem að, þið ætlaði að sérhæfa ykkur í og það er gert á með valnámskeiðum annarkvort við deildina eða við aðrar deildir háskólans eða þá í samstarfi við atvinnulífið og gegnum starfsnám. Og þá er einnig hægt að fara út sem skiptinemi. Önnin hjá okkur er kallast 12+3, það er að segja við kennum í 12 vikur og svo það er 4 námskeið. Og svo er 1 námskeið í lokin sem kennt er í 3 vikur. Og þetta 3 vikna námskeið er oft hagnýtt. Og þannig eru það að gera verkefni og smíða og græja og gera sem að byggir þá á fræðilegu námskeiðunum sem þið lærðuð á 12 vikna tímabilinu. Og það er einmitt þessi nálgun, það er að segja að láta hugvit og verkvit mætast sem gerir ykkur af svo verðmættum starfsmönnum þegar út í atvinnulífið er haldið. Dæmum fögin á fyrstu önn er til dæmis burðarsfræði og stafræn tækni, stærðfræði, eðlisfræði og velhlutafræði. Þetta er svolítið strembin fög fyrstu önnina en þá eru þau öll saman, hvort sem þið farið að lærið byggingar, rafmagns eða vél- og orkutæknifræði. Í lokin eru við með 3 vikna svona hugmyndadaganáskeið og þar eru þið að vinna saman í hóp og aðeins verið að hrista upp í og leyfa ykkur að kynnast og gera eitthvað skemmtilegt líka. Mörg ykkar ræða stærðfræði og eðlisfræði og því þurfum við ekki að gera það. Við erum með afburðakennara sem er að kenna hjá okkur og kennt hjá okkur í mörg ár. Og ef að þið eru ekki búin með nauðsynlegan undirbúning eða grunn sem þið þurfið til þess að fara í tæknifræðinám, þá er í boði að taka stöðupróf í sumar, bæði stærðfræði og eðlisfræði. Og ef að þið náið stöðuprófinni þá eru þið velkomin í námið. Og sömuleiðis er undirbúningsefni þá aðgengilegt ykkur öllum sem að hafið áhuga á því og viljið undirbúa ykkur. Ofan á þennan grunn eftir fyrsta ári þá farið þið í sitthvora áttina. Þið annars vegar veljið ykkur að fara í byggingar, vél- og orkutæknifræði eða rafmagns.
og þaugin eru þá í tengslu við hvaða fagsvið þið farið á. Og þið sjáið alveg inn á netinu, inn á heimasíðunni hjá okkur, hvaða valfögur eru þarna í boði. Aðstæðan við HR er náttúrulega til fyrirmyndar og skólinn er í einstöku umhverfi í Nauthólsvíkinni og við Öskjuhlíðina og við erum í tæknifræðinni, þá fáist þið við raunhæf verkefni og þið fáið semst að fylgja verkefnum alveg frá því að hugmyndin verður til, þangað til hún verður framkvæmt. Og eins og ég sagði áðan, þá tökum við alltaf mið af þörfum atvinnulífsins og erum þá alltaf með þessa áherslu á þessa hagnýta tækniþekkingu. Og þessi verkefnavinna, hún fer sem sagt að mestu leyti fram í rannsóknastöðum okkar sem að við köllum oft löbbin. Og nemendur hafa mikinn aðgang að þessum löbbum eða verkstæðum, bæði sem sagt utan skóla og í kennslustofundum. Rafmagnslabbið, ég hugsa að það sé sá staður sem að nemendur í rafmagnstæknifræði eigða mestum tíma sínum og það er einn nemandi sem meðal annars sagði mér að hann þyrfti að stilla vekjaran á símanum sínum svo hann myndi eftir að fara heim í mat. Það var svo gaman í raun og veru skólanum og þarna er allskis verið að græja og gera, byggja róbota og fleira. Og sömuleiðis í véla og orkulabbinu, þar hafa til dæmis verið byggð steypuhrærivél, árabátur með mótor, kerra á loftpúðum og smartísteljari svo eitthvað sé nefnt. Og í byggingarlabbinu sem er staðsett á jarðhæðinni, þar er meðal annars verið að brjóta steypu og gerða ýmsar jarðvegstilraunir. Og núna er verið að vinna með hamp þar inni. Þannig að í 3 vikna námskeiðunum þá eru þið að vinna, fáið þið svolítið frjálsar hendur, en alltaf að byggja á fræðunum sem þið lærðu í 12 vikna tímabilinu. Og námskeiðin sem þar eru fer náttúrulega eftir því eins og ég segja hvað fagsvið þið farið, en það er til dæmis hagnýtt verkefni, hönnun, ferli og framkvæmd. Þar eru mælitækni, róbotar, verkefnastjórnun, vélhlutahönnun eða hagnýtt verkefni í orku og véltækni og svo eitthvað sem nefnt. En við eltum aðferðafræði CGIO, það við þessa uppbyggingu og námskeiðunum okkar. Eins og ég hef nú verið að nefna við ykkur að þá eru gríðarlega mikil tengsl við atvinnulífið. Og við erum námsframbæðið okkar, námskeiðin okkar og námslýsingar eru rýnt af atvinnulífinu þannig að við erum alltaf að tryggja það að við séum að kenna þar sem atvinnulífið þarf á að halda hverju sinni. Að auki þá erum við náttúrulega með mikið afburðar fastráðnum kennurum sem starfaði deildina en við fáum líka mikið af góðum og hæfum kennurum úr atvinnulífinu sem að kenna hjá okkur. Og þannig erum við alltaf að mynda og bæta og gera sterkari tengslin með atvinnulífinu. Sömuleiðis þá er starfsnám í boði. Í byggingatæknifræðinni er það skylda, en í vélinni og rafmagnstæknifræðinni er það val. Og þá gefst nemendum tækifæri á að fara að vinna hjá fyrirtækjum, hluta úr önn og kynnast þar með hvernig það er að starfa sem tæknifræðingur. Og dæmum fyrirtæki þetta eru fjölmörg fyrirtæki, þetta er nú engan veginn tæmandi listi sem við sjáið hér, en það má nefna verkfræðistofur, framleiðslu fyrirtæki, nýsköpun og fleira. Svo í lokin, þegar þið eru búin með 3 ár í náminu, búin að fara í starfsnám og búin að vera velja ykkur valfög til þess að sérhæfa ykkur, þá klárið þið með að gera lokaverkefni. Þetta lokaverkefni er í kringum 24 einingar og er lang oftast unnið í samstarfi með atvinnulífinu. Sem þið verði svo í lok haustanarinnar. En hverjir fara svo í tæknifræði? Auðvitað vill maður líka vita það. Með hverjum ætlið að sita með næstu 3 árin? Og hverjir verða samnemendur ykkar? Einn af kostunum við tæknifræðina er einmitt hvað það er fjölbreytt. Hvað þetta er fjölbreyttur hópur sem að sækir námið. Við erum semst bæði með nemendur sem eru með iðnmenntun sem bakgrunn og svo erum við með aðra sem kom úr hefðbundnum menntaskólum með stúdentspróf sem bakgrunn. Meiri hlutin eins og þið sjáum hér eru strákar en konur eða stelpur eru nú alltaf að verða fleiri. Það er stutt síðan sumir sátu á skólabekk og það er langt síðan aðrir sátu. Og það er einmitt þess vegna, það er að segja af því að við erum svo ólík, sem að myndar svona góð dýnamík í tæknifræðinni. Og kosturinn við þetta er að nemendur eru semst ekki bara læra af okkur kennurunum, heldur líka hvert af öðru. Þar sem að styrkleikar og hæfileikar geta verið mjög ólíkir eftir hver bakgrunnur okkar er. Og að auki eins og ég hef sagt þá er kennslan oft persónuleg, þetta eru litlir bekkir, þannig að það myndast oft mjög góð bekkjarstemning. En hluti af því að vera í námi er líka það að tengjast bæði kennurum og samnemendum. Og við hvetjum einmitt nemendur til þess að vera svolítið opin fyrir því, að taka þátt í félagslífinu og félagsstarfinu
og meðal annars þá tæknifræðinemendur stór hluti af formúluteyminu, þar sem að bíll smíðar kappakstursbíll og stefnir alltaf að því að keppa erlendis. Annar klúbbur R Robotics, eða Robotaklúbburinn, og hann hugsaður fyrir alla þá sem hafa áhuga á einhvers konar vélmennasmíði eða forritun eða verkefnastjórnun og það eru allir velkomnir í þennan klúbb. Og hverjir eru svo atvinnumöguleikarnir? Hvar hægt að fá vinnu eftir námið, eftir tæknifræðina? Það eru sem sagt fjölmargir atvinnumöguleikar og það virðist vera þannig að það sé alltaf eftirspurn eftir tæknifræðingum. Og það eiginlega svolítið skrítið að komist að segja frá því að skrifstofaðinn og tæknifræðideildar breytist svolítið í atvinnumiðlun alltaf rétt fyrir jólin og svo útskrift líka á vorun. þar sem að verkfræðistofur og önnur fyrirtæki hringja og að leita eftir nýútskrifuðum tæknifræðingum. En flestallir okkar nemendur eru þó komnir jafnvel með vinnu á öðru ári, enda eru þeir strax farnir að vera svo miklum tengslum við atvinnulífið. Tæknifræðingarnir geta unnið við stjórnun, eftirlit, ráðgjöf, framkvæmd, verkefnastjórnun og hönnun og ferð það eins og ég segi eftir því á hvað fagsvið þú ferð, í hvaða átt þú ferð. Þannig að þau sem ætla að velja sér vél- og orkutæknifræði, þau gætu farið að vinna á verkfræðistofum, framleiðslufyrirtækjum, í áliðnanum, í orkuveitum og fleira. Þau sem að fara í rafmagnstæknifræði, þau fara þá almennt að vinna á verkfræðistofum eða verktakafyrirtækjum, hjá orkufyrirtækjum eða iðnfyrirtækjum, við hönnun á rafkerfum og raforkukerfum, sömuleiðis við hönnun á tölvu og rafeindabúnaði, við fjarskipta á stýritækni, við nýsköpunarfyrirtæki og svo að sjálfstæðum atvinnurekstrar sjálfsögðu. Byggingasviðið afskaplega fjölbreytt líka og þar sjáum við tæknifræðingan á verkfræðistofum, fasteignafélögum og verktakafyrirtækjum og hlutverk þeirra þá að hanna mannvirki af öllum stærðum og gerðum. Það sömuleiðis að hanna lagnir, að hanna vegi og skipulag, koma stjórnun framkvæmda, umhverfismálum og við nýsköpun. Þannig að atvinnumöguleikarnir eru miklir og fjölbreytt störf. Til upplýsinga þá eru þessi launatabla tekin af frá Verkfræðingafélagi Íslands, en tæknifræðingar og verkfræðingar eru saman í því félagi og hér sjáum við nú að laun tæknifræðinga eru ágætt og þetta flokkað eftir því í raun og veru hvaða starf þú myndir fara í eftir námið. Og til gamans þá sjáum við hérna nokkrar úrklippur bara sem var tekið í október, þar sem verið að auglýsa eftir tæknifræðingum. Og þá kemur spurningin sem ég fæ oftast. Hver þá munurinn á tækni og verkfræði? Af hverju á ég að velja tæknifræði eða af hverju á ég að velja verkfræði? Og ég myndi segja sem svo að bæði verkfræði og tæknifræði eru einstaklega góður undirbúningur fyrir framtíðina. Og þetta eru báðar mjög góðar námsleiðir. En sumir vilja meina að þetta í raun og veru ólíkar leiðir að sama markmiði. Að því að tæknifræðingar og verkfræðingar ganga almennt í sömu störfin í atvinnulífinu. Þannig að við reynum að setja þetta upp á skýran hátt, þá setjum við saman öðrum megin tæknifræðina og hinum megin verkfræðina og því sem fá í lögvernda starfsheiti sem tæknifræðingur eftir 3,5 ár en eftir 5 ár sem verkfræðingur. Í tæknifræði þá lögð áhersla á að gera námið hagnýtt þegar að vita hvernig hlutirnir eru gerðir meðan námið í verkfræðinni er fræðilegra. En vinnubrögðin eru nákvæmlega eins og þau nýtast á nákvæmlega sömu stöðum, þar að segja við hönnun, skipulagningu, eftirlit, rekstur, stjórnun og nýsköpun, svo eitthvað sé nefnt. Önnur leið til að bera þetta saman er að því að þegar ég hef verið að spyrja þau sem voru að velja sér tæknifræðina, þau spáðu svolítið í tímalengdina á náminu. Þannig að ef við sjáum þetta hér, hérna ef þú veljið að fara í tæknifræði, þá ertu í 3,5 ár og eftir þann tíma þá ertu komið lögvernda starfsheiti sem að því það að þú getur tilbúin fyrir atvinnulífið og þá getur þú farið að vinna sem sérfræðingur. Ef þú ferð í verkfræði þá það 3 ár og svo tekur við 2 ára mastersnám. Tæknifræðingur getur farið í mastersnám í verkfræði og haldið áfram. Eftir 5 ár í verkfræði þá ferð að vinna sem sérfræðingur. Þannig að hér má bera þetta saman líka svona með við tíma en þetta eins og ég segi báðar mjög góðar námsleiðir sem henta bara mismunandi fólki. Þannig að tæknifræði þá eitt best geymda leyndarmál menntakerfisins hér á Íslandi? Við vitum það ekki, en ef við drögum þetta saman og ef ég reyni að vonandi að ég sé búin að svara spurningum ykkar í upphafi, þá þetta lögvernda starfsheiti eftir 3,5 ár. Þetta mjög hagnýtt og eftirsótt tækniþekking. Það góð aðstaða ekki bara fyrir bóklegt nám, heldur líka verklega námið okkar.
Og það hægt að halda áfram í námi, það hægt að fara í meistaranámi í verkfræði, hvort sem að það hér heima eða erlendis. Það mjög mikil eftirspurn í atvinnulífinu og þið lærið að fylgja hugmynd til framkvæmdar, fylgin eftir í gegnum allan ferilinn. Og það eins og Kristófer Ingi Magn, nefandi hjá okkur í rafmagnstæknifræði, sem nú reyndar komin á 3. ár núna, segir hérna, mín skoðun svo að tæknifræðin falin gullmóli innan HR. Þetta bæði fjölbreytt og skemmtilegt nám, áhersla á verklega þáttinn í náminu, mjög persónuleg kennsla, segir hann, og hópurinn þéttur sem mjög gott fyrir námið og félagslífið gott. Þannig að ef maður getur stundað skemmtilegt og skapandi háskólanám, þar sem maður fær lögvernda starfsheiti á aðeins 3,5 ári og gengið því sem næst að vel launuðu starfi eftir það, þá það kannski eitthvað sem maður ætti að hugleiða. Þannig að við erum búin að svara öllum spurningunum sem að fyrst ásniðmar í tæknifræði höfðu hjá mér. Og mér langaði einnig líka að segja ykkur frá byggingafræðinni. En byggingafræðin kennd hér við Háskólann í Reykjavík og Háskólinn í Reykjavík sem sagt eini háskólinn á landinu sem kennir byggingafræði. Og þetta eru 210 einingar og veitir BS-gráðu og lögvernda starfsheiti sem byggingafræðingur. Og í þessu námi þá rosa mikil áhersla á verkefnamiðanám. Og frá fyrsta degi þá nemendum hent bara út í djúpulögina þar sem þið fá að leysa mjög flókin og skemmtileg verkefni. Og þið lærið svolítið með því að gera. Og eftir námi þá eiga nemendur sem sagt að vera færir að sinna fjölbreyttum störfum í byggingariðnaðinum og atvinnulífinu og þá sérstaklega sem fagaðili á milli byggingahönnuða, byggingar yfirvalda og framkvæmdaraðila. Og námið skiptist í 2 hluta. Það sem hægt að stunda nám með vinnu á einhverju leyti, það einhverju leyti fjarnám. Fyrstu 90 einingarnar eru alfarið í fjarnámi og eru kenndar samhliða með byggingariðnfræðinni, en seinni 120 einingarnar eru í staðarnámi. Og þar mikil áhersla á þetta verkefna með að nám sem ég sagði ykkur. Og dæmið það námskeið í byggingafræðinni meðal annars hönnun fjölbýlishúsa, hljóðvist í byggingum, vistvæn hönnun og orkunýting eða verkefnastjórnun. Og efnistækninir eru þá meðal annars arkitektúr, byggingartækni, efnisfræði helstu byggingarefna, grunnatriði burðarvirkjahönnun og lagnahönnun og fleira. Þannig að ef þú hefur áhuga á hönnun bygginga og það má kannski líta á þetta sem svolítið svona hagnýtan arkitektúr, þannig að ef þú hefur áhuga á hönnun bygginga og vilt halda áfram að þróa aðferði til dæmis við að koma veg fyrir myglu í híbýlum eða vilt vinna með verktökum og arkitektum, þá gæti byggingafræðin verið eitthvað fyrir þig. En ég ætla ekki að eyða miklum tími að segja frá iðnfræðinni eða styttri diplómabrautunum og hvet ykkur til að kíkja betur á heimasíðuna til að kynna okkur það. Það sem ég ætlaði nú að segja ykkur bara þar að við bjóðum semst upp á byggingariðnfræði, rafiðnfræði, véliðnfræði og svo erum við með 2 styttri diplómanámsbrautir sem eru rekstrarfræði og upplýsingatækni í mannvirkjagerð. Þannig að með því að vera með allar þessar námsleiðir þá erum við komið með heildstæða námsleið í gegnum alla deildina hjá okkur. Þannig að þeir til dæmis sem eru iðnlærðir geta farið úr iðnnámi inn í iðnfræðina, tekið svo hjá okkur í háskólagrunninum, beint inn í tæknifræðina og jafnvel í meistaranám ef þeir kjósa það. Þannig að það alltaf hægt að fá metnar einingar á milli í hverju skrefi eða farið út og starfað með löggilt starfsheiti. Mér langar að hvetja ykkur til að leita ykkur upplýsinga á heimasíðunni hjá okkur. Við erum líka á Facebook og ég hef sett hérna upplýsingar Facebook-hópun okkar. Það bæði tæknifræði og byggingafræðin sem á Facebook og sömulegis klúbbarnir okkar, RU Robotics og RU Racing. Og þá eru líka rafeindastofunar og orkulabbið með Facebook-síðu. Allar upplýsingar finnið svo hjá okkur á heimasíðu Háskólans í Reykjavík og við á skrifstofu hjá iðn- og tæknifræðideild erum búin að svara ykkur og aðstoða ykkur með allar þær spurningar sem þið hafið. Bestu þakkir.